Miklu svona skipulaðar. Komið sæl og verið velkomin á þennan streymisfund á vegum Iðunarfræðsluseturs í samstarfi við Grænni byggð, enn og aftur. Mér langar að segja ykkur aðeins fyrst svona hvað við erum að reyna að gera með þessum fundum, en það er sem sagt, við erum að halda þetta til þess að hvetja sem sagt iðnaðarmanninn og smærri fyrirtæki til þess að tileinka sér sjálfbærni í sínu starfi, og til þess höfum við fengið leiðandi fyrirtæki í bransanum og þeir sem kannski svona hafa eitthvað að segja frá sínum árangri í sjálfbærnismálum. En ef þú hefur ekki fylgst með okkur áður, þá hvet ég þig til þess að fara inn á YouTube síðu Iðunar og skoða fyrri þætti. Og við hefum meðal annars fengið Bíkó, Þottgeverk, Húsasmiðjuna, Mannvit og fleiri, og það koma enn fleiri til með að koma til okkar á næstu vikum. Við ætlum ekki að hætta þessu neitt á næstunni. En svo vil ég líka benda á að ef það vakna einhverjar spurningar á meðan fyrirlesturinn stendur, þá megið þið endilega kommenta sem sagt á kommentaþræðinum hérna til hliðar, og svo tökum við sem sagt smá spjall í lokin. Annars held ég að sé ekkert af vanbúnaði nema bara að kynna fyrsta gestinn, hann Ragnar Ómarsson, en hann er byggingafræðingur og starfar hjá Verkís. Þeir gefa út sjálfbærnisskýrslu á hverju ári og taka þessu hlutverki mjög alvarlega. En síðan einnig kemur hún Sigrún Melax frá Jáverk, en hún er gæðastjóri þar og heldur utan svansvottaða verkefnið á Selfossi, sem sagt nýji miðbærinn. En þá skulum við bara fá að sjá hann Ragnar. Fyrst ætlum við að fá hann til að kynna sig aðeins fyrir okkur, en svo kemur hann inn í settið og talar við okkur. Gjörið svo vel. Ég heiti Ragnar Ómarsson og ég starfa hjá Verkís verkfræðistofu. Verkís er elsta verkfræðistofa landsins og hjá henni starfa rúmlega 300 manns. Það sem ég ætla að fjalla í erindi mínu hér á eftir eru þau atriði sem að Verkís leggur áherslu á þegar kemur að aukinni sjálfbærni í mannvirkjagerð. Verkís vill boða sjálfbæra þróun í mannvirkjagerð. Þar þurfum við að horfa til framtíðar og huga að því hvar við erum stödd og hvert við viljum sækja. Með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi höfum við mótað ráðgjafastefnu sem við bjóðum viðskiptavinum okkar til þess að leita úrlausna á aðkallandi vandamálum. Ég vona að þið munið hafa ánægju af og jafnvel kannski einhver lærdóm af því sem framfer hér á eftir. Takk fyrir. Komið þið sæl. Ég er Ragnar Ómarsson og ég starfa hjá Verkís verkfræðistofu, og þar síðustu 10 árin hef ég sinnt ráðgjöf varðandi sjálfbæra þróun í mannvirkjagerð. Þetta er svið sem að í vaxandi mæli hefur áhrif á starfsemi fyrirtækja í mannvirkjagerð, og sjónir manna og athygli hafa beinst að þessu sviði síðustu árin í æ ríkara mæli, og kannski ekki síst vegna þess að við sjáum fyrir ýmis vandamál sem að steðja mannkyninu í heild, sem eru loftslagsvandamálin. Verkís er elsta verkfræðistofa landsins og hjá henni starfa yfir 300 manns sem sinna bæði verkefnum á Íslandi og einnig erlendis, mest á Norðurlöndunum og þá helst í Noregi og í Grænlandi. Starfsemi Verkís spannar allt litróf hefðbundinnar verkfræðiþjónustu í mannvirkjagerð, ásamt ráðgjöf varðandi verkefnastjórnun og öryggismál. Góður maður sagði einu sinni: verkfræðingar og hönnuðir eru áhrifavaldar þegar kemur að sjálfbærni og tækniþróun, enda oft á tíðum lykilaðilar í rannsóknum og verkefnum sem tengjast nýsköpun. Í störfum okkar horfum við í átt að sjálfbærni
og leggjum áherslu á að lágmarka neikvæð áhrif af þeim verkefnum sem við höfum aðkomu að. Hlutverk Verkís er að skapa verðmæti og styðja þróun samfélagsins og innviða þess með faglegri ráðgjöf og hönnun. Stefnumark Verkís er því að veita trausta ráðgjöf sem uppfyllir þarfir viðskiptavina á skilvirkan og hagkvæman hátt. Til þess að ná þessu stefnumarki þarf gott starfsfólk sem fær tækifæri til að þróa hæfileika sína í hvetjandi vinnuumhverfi. Verkís hefur sett sér siðareglur samfélagslega ábyrgð og styður gagnsæi starfsemi félagsins. Við hjá Verkís erum meðvituð þau fótspor sem starfsemin skilur eftir sig og leggjum okkur fram að bregðast við með stöðugum úrbótum. Þá leggur Verkís metnað í að búa starfsfólki sínu öruggt og heilbrigt starfsumhverfi, þar sem jafnræðis er gætt í allri starfseminni og áhersla lögð á að auka hlut kvenna í tækni og stjórnunarstörfum. Upplýsingar áhrif starfseminnar á umhverfi og samfélag eru aðgengilegar öllum. Á heimasíðu fyrirtækisins er að finna allar lykiltölur og vísa úr rekstri fyrirtækisins sem fylgst er með í því sambandi. Verkís einsetur sér að uppfylla ætíð kröfur umhverfismál og að þróa og viðhalda vottuðu stjórnkerfi samkvæmt ISO 14001. Verkís vinnur stöðugt að því að bæta starfsemina með áherslu á sjálfbærni. Verkís er einn af stofnaðilum og helsti stuðningsaðilum grænni byggðar. Grænni byggð eru félagasamtök sem rekin eru án hagnaðarmarkmiðs og starfa sem partur af alþjóðlega tengslanetinu World Green Building Council og er þar hluti af aðildarfélögum frá yfir 70 þjóðlöndum. Verkís er líka félagi í Festu sem eru frjáls félagasamtök samfélagsábyrgð lögaðila á Íslandi. Hlutverk þessara tveggja félagasamtaka er að auka þekkingu á samfélagsábyrgð fyrirtækja og stuðla að sjálfbærri þróun. Félagasamtökin tengja saman ólíka aðila, fyrirtæki, sveitarfélög, stofnanir og einstaklinga sem vilja vera leiðandi á sviði samfélagsábyrgðar og aukinnar sjálfbærni. Verkís hefur einsett sér að byggja upp ábyrga starfshætti og tekur samfélagslega ábyrgð sína af mikilli alvöru með því að taka virkan þátt í UN Global Compact sem er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna og einkaaðila allan heim. Og þar er verið að fylgjast með 10 viðmiðum Sameinuðu þjóðanna samfélagslega ábyrgð. Viðmiðin þessi hvetja fyrirtæki til að leggja sitt að mörkum á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála, umhverfismála og í baráttunni gegn spillingu. Starfsemi Verkís er í tengslum við flest heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en fyrirtækið styður markvisst við 3 þessara markmiða sem tengja stefnuáherslum og starfsemi fyrirtækisins á beinan hátt. Þetta eru markmiðin jafnrétti kynjanna, sjálfbæra orku og sjálfbærar borgir og samfélög. Einn helsti hvatinn að mannvirkjagerð er knýjandi þörf samfélagsmanna til að veita athöfnum sínum skjól. Mannvirkjagerð er því í eðli sínu samfélagsleg athöfn og er því á ábyrgð okkar allra. Í samfélagi okkar
treystum við því að hafa frelsi til athafna. Slíkt frelsi gerir auknar kröfur samfélagslega ábyrgð, þannig að frelsi eins skerði ekki möguleika annara. Við hjá Verkís viljum stuðla að aukinni sjálfbærni í mannvirkjagerð með því að veita viðskiptavinum okkar ráðgjöf sem leiðir af sér sjálfbærari lausnir. Með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi höfum við mótað ráðgjafastefnu Verkís í umhverfismálum, samfélagsmálum og fjármálum. Verkís beitir alþjóðlega viðurkenndum aðferðum til þess að ná settum markmiðum og til að meta árangur þeirra úrlausna sem notaðar eru. Með þessu viljum við bæta stöðu félagsins, bæði hér innanlands og erlendis. Við viljum taka upp alþjóðlega hvata til þess að gera betur. Þetta er mikilvægt, finnst okkur, og ekki bara við starfsemi Verkís sem verkfræðistofu, heldur á við öll fyrirtæki sem eru í rekstri, að þau átti sig á stöðu sinni í samfélaginu og þá ábyrgð sem þau hafa, bæði sem framleiðendur eða sem ráðgjafar og ekki síst sem vinnuveitendur. Með greiningu á öllum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna eru dregin fram þau markmið sem eiga við hvert ráðgjafaverkefni hverju sinni. Þetta er leið sem að Verkís hefur nú farið og hefur ákveðið að fara í nálgun sinni að verkefnum. Í upphafi verkefna er þá leitast við að finna út hvaða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eiga við hverju sinni. Og út frá því eru mótaðar þær kröfur og þau markmið sem að verkkaupi þá getur sett sér og verkefni sínu. Og í kjölfar þess má síðan móta þær leiðir sem að eru viðurkenndar til þess að ná þessum markmiðum. Þátttaka í samtökum á borð við grænni byggð hefur gefið Verkís tækifæri til að afla sér nýjustu upplýsinga málefni sjálfbærni mannvirkja. Hér sjáum við vegvísi fyrir aðila mannvirkjageirans þar sem sett eru markmið að auka sjálfbærni á árabilinu 2020 til 2050. Sem dæmi má taka hér að fyrir árið 2025 er ætlast til þess að fagfélög og félagasamtök, öll samtök byggingariðnaðarins, beiti sér fyrir gerð vegvísis í átt að kolefnishlutleysi bygginga. Og á sama hátt fyrir árið 2025 að allir aðilar byggingaframkvæmda tilengi sér viðeigandi vegvísi í átt að kolefnishlutleysi og gerir kröfu til efnisbyrgja að þeir veiti upplýsingar hráefna og kolefnisnotkun byggingarefna. Líka má benda á það að sveitarfélögin þeim er ætlað að tilenga sér markmið kolefnishlutleysi fyrir mannvirki og marki sér skýra braut það hvernig þeim markmiðum skuli náð fyrir árið 2030. Og hönnuðum er ætlað fyrir árið 2040 að ráðleggja ávallt kolefnishlutlausar mannvirkjalausnir. Sameiginlega ættum við þá að geta náð hinu sameiginlega markmiði fyrir árið 2050 sem að öll orkunotkun komi frá endurnýjanlegum orkugjöfum og öll kolefnislosun frá öllum ferlum sé kolefnisjöfnuð með mótvægis aðgerðum. Þátttaka með sama hætti má nýta sér ýmsar leiðbeiningar sem að World Green Building Council hefur gert og gefið út aðgerðir til þess að ná settum markmiðum. Að minnka kolefnisfótspor til dæmis sem bundið í mannvirkjum.
Þessar aðgerðir eða tillögur World Green Building Council aðgerðir má tileinka sér og leggja sem upplegg þegar verið að nálgast verkefni eins og ég talaði áðan, þar að segja það sem farið hefur fram, greining á hvaða heimsmarkmið eiga við hverju sinni. Samtök á borð við World Green Building Council eru dugleg í því að gefa út slíkar leiðbeiningar sem að auðvelda öðrum að taka upp þá nýjar aðgerðir og bjóða upp á nýja og betri ráðgjöf. Þá eru líka til og fyrir hendi alþjóðlegar matsaðferðir sem unnt að beita til að meta frammistöðu þeirra aðgerða sem lagðar eru til. Þessar aðgerðir eru vel skilgreindar og ígrundaðar í alþjóðlegum stöðlum og eru notaðar og niðurstöðu þeirra eru sambærilegar á milli verkefna. Til dæmis þegar verið að meta líftíma eða gera líftímagreiningu á kolefnisfótspori og áhrif mannvirkjagerðar á umhverfið, hvað það varðar, eða þegar verið að meta áhrifin eða orkunotkun mannvirkja og orkuþörfina, hvaðan þarf að sækja orkuna og hverjir eru það sem nýta orkuna. Og sama greining sem gerð nýtist einnig við að greina hagkvæmni framkvæmdana, fjárhagslega hagkvæmni þeirra. Og síðan innlegg í heildarlíftímagreiningu á mannvirki og fjárhagslegu hagkvæmni framkvæmda í heild. Þessar matsaðferðir styðjast við alþjóðlega staðla sem innleiddir hafa verið á Íslandi. Hin ýmsu vottunarkerfi sem eru í notkun byggja á þessum stöðlum. Við getum nefnt sem dæmi BREEAM sem hefur rutt sér til rúms hér á landi eða Svansmerkið sem einnig þekkt hér á landi eða önnur vottunarkerfi sem notuð eru erlendis og síðast ekki síst levels eða stig eins og ég kalla það sem að matskerfi sem að Evrópusambandið er að setja á laggirnar. Þá hefur innleiðing á aukinni sjálfvirkni í hönnun gert okkur kleift að leysa vandamál sem tengjast flóknum mannvirkjum og tækjabúnaði og þannig komið í veg fyrir sóun á fjármunum og hráefnum. Með nýjustu sýndarveruleikatækni hefur einnig opnast möguleikar á að gera prófanir á vinnuaðstöðu í tengslum við áhættugreiningu vegna öryggismála og aukið hagræði í atvinnurekstri. Kæru áhorfendur, loftslagsvandinn sem nú steðjar að mannkyninu stafar að mestu leyti af framleiðslu og notkun á mengandi orku. Mannvirkjum ætlaður líftími langt umfram þann tíma sem mun taka mannkynið að leysa brýnasta loftslagsvandann. Nú stefna þjóðir heims á að kolefnisjafna athafnir sínar fyrir árið 2050. Við byggjum mannvirki í dag sem við ætlum að nota næstu 100 árin eða jafnvel lengur. Það nauðsynlegt að við gefum loftslagsvandanum rækilegan gaum, en jafnframt því þurfum við að horfa lengra fram í tímann og leggja á ráðin við mannvirkjagerð þannig að þörfum nútímans sé mætt án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum. Þakka ykkur fyrir. Næst kemur Sigrún frá Jáverk og fjallar verkefni á vegum Jáverk.
Sæl og velkomin í miðbæ Selfoss. Sigrún Meilags heiti ég og geðvastjóri í Jáverk og ég hef verið að halda utan allt sem viðkemur svansvottuninni í þessu verki, þar sem öll húsin eiga að vera svansvottuð. Þetta eru allt eftirmyndir gamalla íslenskra húsa sem að hafa staðið á Íslandi en voru rifin eða brunnu. Það sem ég langaði að fara yfir með ykkur í dag er svolítið svona stærstu þættirnir sem við höfum verið að vinna að og vonandi að geta komið eitthvað að þeirri þekkingu áfram og hjálpa þeim sem eru að spá í að fara þessa leið að skilja hvað felst í því að vera hérna í svansvottunni og hjálpa þeim að taka þessi fyrstu skref. Sæl. Sigrún heiti ég. Er þetta komið eða? Ég er sérst geðvastjóri hjá Jáverk og ætlaði að fara aðeins með ykkur í gegnum hvernig það hefur verið fyrir okkur að byggja svansvottaðan miðbæ. Ég ætlaði að bara svona fara aðeins í gegnum svona stærstu þættina sem að hafa verið hjá okkur í þessu verki. Já, ég ætla að skipta næstu gleru. Aðeins að segja frá verkefninu. Þetta er sem sagt uppbygging á nýjum miðbæ Selfossi sem að Sigtún þróunarfélag stendur fyrir. Það sem við erum að gera núna er fyrsti áfangi af fleirum og þetta er 5.000 fermetrar og verður endanum 20.000. Þetta er eins og kom fram áðan allt eftirmyndir gamalla íslenskra húsa en byggingaraðferðirnar á þessum húsum eru bara hefðbundnar íslenskar byggingaraðferðir. Þetta eru allt bara meira og minna steypt hús, það er einhver timburhús en þau eru þá steypt kjallara en á ytra byrðinu þá að vera að herma eftir útlitinu eins og það var en á öðru leyti er þetta bara venjuleg hús. Já, og á þessari mynda þá sést miðbærinn eins og hann mun líta út. Þetta er ekki bara áfanginn sem við erum að vinna í núna heldur allt verkefnið. En það er virkilega spennandi að fá að taka þátt í þessu skemmtilega verkefni. Mér langaði að byrja því að fara bara eins í gegnum það hvernig er fyrir almennan starfsmann að vinna í svansvottuðu verkefni. Þetta er í rauninni ekkert frábrugðið en fyrir bara hinn venjulega iðnaðarmann eða verkamann sem er í verkefninu og þá er einu munurinn sá að það fá allir stutta kynningu. Það þurfa allir að flokka allt rusl sem að fellur til og þá í mun fleiri flokka en er venjan á þessum hefðbundnu íslensku byggingaverkstöðum. Og síðan er stærsti þátturinn þetta með að passa efnin. Það þarf að samþykkja öll efni sem að koma inn þannig að það má enginn nota efni sem ekki er búið að samþykkja og það má aldrei bara stökkva út í búð og kaupa eitthvað eða bara grípa með sér það sem er út í bíl. Og annar stór þáttur er líka þetta með eiturefnin. Það er eins og það þurfa öll efni að vera samþykkt og það er búið að banna efni sem eru krabbameinsvaldandi og hormónatruflandi þannig að það er ekki verið að vinna með þessi verstu eiturefni sem er oft verið að nota í byggingarverkefnum. Og bara svona fyrsta skrefið er svolítið það að benda mönnum á að horfa bara á dollurnar sem þeir eru með. Þetta er bara dæmi sem ég greip úr bílskúrnum hjá mér en ef maður horfir á bara framhliðina að þá er í umhverfisvottuðum vörum sem er klárlega besti kosturinn að þá er mynd af svaninum, bláa englinum, Evrópublómunu eða eitthvað svoleiðis og það er alltaf fyrsti kosturinn. En svo ef maður horfir aftan á að þá getur maður strax séð vísbendingar það hvort að eitthvað sé alveg ábyggilega harðbannað. Ef það er dauður fiskur eða maður að springa á vörunni þá er það eitthvað sem við viljum ekki vera að nota.
Þannig að bara svona fyrsta skrefið. Já, við erum búin að vera að vinna í þessu verki í 1,5 ár cirka og eftir að hafa unnið í þessu þá erum við bara orðin mjög hrifin af þessari nálgun, þessari svansvottun. Við settumst niður svona svipa leit og við byrjum á þessu verki og vorum bara að ræða svolítið hvað getum við gert sem verktaki í umhverfismálum og við vorum eiginlega nokkuð fljót að komast að þeirri niðurstöðu að einhver svona tilbúin rammi sem búið að gera eins og umhverfisvottun á framkvæmdina væri sniðug leið og eftir því sem við komst meir inn í þetta þá erum við algjörlega á því að þetta sé leiðin. Það eru svona nokkur atriði sem að okkur finnst skipta mestu máli í þessu og stærsti þátturinn eiginlega að svansvottað húsnæði gæðastimpill og þetta sýnilegur gæðastimpill fyrir neytandann. Svansvottunarmerkið eitthvað sem að íslenskir neytendur þekkja og það þekkja flestir þetta merki svaninn. Þannig að þetta gæðastimpill sem þekktur á Íslandi. Þau atriði sem okkur finnst svona skipta mestu máli það þarf að vera með rakavarnaráætlun í öllum húsunum og það það áætlun til þess að koma í veg fyrir að það verði rakaskemmdir og mygluskemmdir. Það þarf að vera með eftirlitsáætlun. Þetta í sjálfu sér bara það sama og verið með í öllum verkum. Þetta snýst það að fylgjast með því að gæði framkvæmdarinnar sé í lagi. Það eftirfylgni af utanaðkomandi aðila og það þá umhverfisstofnun í þessu tilfelli sem að fylgjast með. Og það bara svolítið þannig að þegar það kemur einhver og að fylgjast með manni að þá passa maður sig aðeins betur. Þannig að það alltaf jákvætt að vera með þessa utanaðkomandi eftirfylgni. Það búið að banna eiturefnin og þetta skiptir bæði máli fyrir þá sem að vinna með efnin og ekki síður fyrir þann sem á eftir að búa í húsinu eða vera í húsinu. Af því að innivistin í húsinu klárlega betri ef að það minna af eiturefnum sem að gufa upp úr þeim efnum byggingarefnum sem búið að nota. Það þarf að gera loftþéttleikapróf á öll húsin sem að náttúrulega styður mjög vel við þessar rakavarnir og bara gæðin á húsinu. Og síðan minni orkunotkun. Það eru kröfur í svaninum að húsið má bara nota ákveð mikið af orku til þá upphitunar. Það náttúrulega klárlega minni umhverfisáhrif af þessum verkefnum og það sem við erum líka svolítið hrifin af við þetta að svansvottunin snýr bara að framkvæmdinni sjálfri. Þannig að það sem innan áhrifasviðs framkvæmdarinnar, það innan vottunarinnar. Það ekki verið að taka til einhverja þáttar sem við höfum engin áhrif á og höfum ekkert að segja um. Eins og maður heyrt frá öðrum vottunum að það skiptir máli hvort að strætó gengur fyrir utan húsið, sem við höfum ekkert að segja. Ég ætla aðeins bara svona að labba svo í gegnum svona ferlið eins og það í þeirri röð sem framkvæmdirnar eru. Í hönnuninni að þá eru nokkur atriði sem skipta máli. Það þessi orkunotkun sem ég talaði um áðan, að það eru kröfur í staðlinum að það þarf að orkunotkun má vera 85–90% af kröfum í byggingarreglugerð, en að því að það ekkert svoleiðis í íslenskri byggingarreglugerð að þá eru við að miða við 160 kWh per fermetr. Það þarf að uppfylla kröfur varðandi dagsbirtu. Já, varðandi orkunotkun líka til þess að uppfylla þessa kröfur að þá þarf eiginlega að vera með loftræsikerfi með hitaendvinnslu. Og það aftur í rauninni líka gæðamála. Það betri, meiri gæði fyrir íbúan og notandan að vera með loftræsikerfi. Síðan það steypan. Að það hægt að fá stig fyrir að nota steypu með minna sementi, þannig að það þarf að passa upp á að það virki hönnunarlega séð. Og síðan þarf að gera ráð fyrir því að þeir sem að noti húsnæðið hafi möguleika til sorpflokkunar sem meira en svona venjulega í íslenskum húsnæðum. Síðan eru líka hægt að fá stig fyrir svokallaðar grænar lausnir. Það eitthvað eins og
rafbílastæði, staður til að rækta grænmeti, hjólaskýli með aðstöðu til viðgerða eða svoleiðis. En já, þó ég ætli kannski ekki að fara í að útskýra staðalinn eða svansvottunina sjálfa, að þá kannski bara taka fram að hann skiptist í rauninni í tvennt. Það eru annars vegar skylduviðmið og síðan eru stigaviðmið. Þannig að eins og með steypuna, það er ekki skylda, en það þarf að fá ákveðið mörg stig og þá þarf að ákveða hvaða stigum við ætlum að sækjast eftir. Undirbúningurinn hjá verktakanum er svolítið að búa til þessar áætlanir. Það er þessi rakavarnaráætlun. Það þarf að útnefna rakavarnarfulltrúa sem er einhver sem hefur reynslu og þekkingu á þessum á rakavarnum. Og þetta snýr þá að rakastigi byggingarefna áður en þau eru lokuð inni. Þannig að við erum að mæla raka í timbri áður en að því er lokað. Það þarf að mæla í botnplötu rakan áður en að gólöfnin eru sett á. Við erum með ákveðið verklag varðandi votrýmin. Þá erum við bara að fylgja því verklagi sem er gefið upp á erbiðblöðunum. Og sama með loftun eins og í þaki og annað slíkt. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert nýtt. Þetta er bara verið að gera hlutina eins og við erum vön, en það er aldrei verið að taka einhverja styttri leiðir. Þetta er alltaf gert almennilega og eins og á að gera það til þess að gæðin séu tipptopp. Það þarf að vera með eftirlitsáætlun sem að í okkar tilfelli var bara eins og í öllum öðrum verkum nema við bættum inn þessum auka rakavarnarúttektum og síðan svona einhverjum efnistjekkum. Að tjekka því hvort það sé verið að nota eitthvað sem mátti ekki nota. Það þarf að passa upp á sortflokkunna og þá þarf í rauninni að gera áætlun það hvaða flokka við ætlum að flokka í, sem eru allir flokkar sem hægt er að flokka í, og hvaða gáma maður er með á hvaða tíma, því að það er ekkert alltaf allir flokkarnir að falla til. Og síðan þarf svolítið að þjálfa í þessu. Við settum alveg, gerðum leiðbeiningar með myndum og þetta er eitt af því sem er farið yfir með öllum í verkinu. Langsamlega stærsti þátturinn eru svo þessar efnissamþykktir. Það hefur tekið langmestan tíma. Það þarf að samþykkja öll efni sem eru notuð í verkið og það er Umhverfisstofnun sem að samþykkir, og þegar eitthvað hefur verið samþykkt til notkunar í Svansvottuhús þá má nota það í öllum öðrum verkefnum líka. Samþykktin gildir í nokkur ár. Það eru til vottaðar vörur, Svansvottun, Blái engillinn og Evrópublómið, og ef eitthvað er vottað þá er það sjálfkrafa samþykkt. Þetta hefur alveg valdið pínu ruglingi stundum, en það þarf ekki að sækja um neina samþykkt eða neitt ef það er þessi vottunarstimpill á vörunni sjálfri. Þetta er svolítið frumskógur af gögnum stundum í þessum umhverfismálum, og maður sér nú alveg svona yfirlýsingar það að hitt og þetta séu umhverfisvænt, og maður fær sendan alveg frumskóg á einhverjum gögnum með alls konar umhverfis yfirlýsingum, og stundum fær maður alveg fullt sent, en það er ekkert af því sem kemur í rauninni Svansvottuninni, af því að þar er alltaf verið að horfa á þessar efniskröfur og eiturefnin. Þannig að það þarf svolítið að passa upp á að þó að eitthvað sé auglýst sem umhverfisvænt, að þá er ekki þar með sagt að það sé samþykkt til notkunar í Svansvottuhús. Það sem ég hef svolítið séð þessar samþykktir hjá okkur, og taktikinn hefur alveg verið svolítið svo að gera þetta sem einfaldast fyrir allir í ferlinu, einfaldast fyrir undirverktakann líka. Þannig að ef að þeir vilja nota einhver efni, þá hef ég alltaf bara gert það sem ég get til þess að fá þau samþykkt. En þegar við byrjuðum við svolítið með það sem var búið að samþykja, og þá fórum við mikið inn á síðun hans finnsvisthus.is, og síðan eru nokkri birgjar komnir með hansi góðar upplýsingar inn á heimasíðunum hjá sér. Þannig að þá getur maður oft séð
bara hreinlega merkt við hvort það samþykkt til notkunar í svansvotuðu húsi eða ekki. Það samt að passa að stundum eru merkingar að það sé einhvers konar umhverfisvottun eða yfirlýsing, en það ekki endilega fyrir svansvottun. Þannig að ég leita alltaf að skjölunum frá Umhverfisstofnun. Maður getur oft, ef maður klikkar á vöruna, að þá einhvers staðar svona einhver takki skjöl eða fylgigögn eða eitthvað. Og þar eru margir búin að setja bara plaggið frá Umhverfisstofnun að það sé samþykkt. Þannig að það alltaf það sem ég horfa á. Og þetta náttúrulega bara heilmikið af vörum, þannig að það gerast mistök. Og meira að segja hjá þeim sem að standa sér best í þessu, og það eru margir byrgjar að gera mjög góða hluti, að við höfum alveg séð vitleysur á heimasíðunum, við höfum séð vitleysur í hillunum og við höfum líka fengið vitleysur upplýsingar frá sölumönnum. Þannig að ég treysti engu nema að ég sjái skjalið frá Umhverfisstofnun til að vera alveg viss. Af því að það sem hefur líka tekið rosalega tíma hjá okkur eru mistökin. Þegar það kemur eitthvað upp, að við uppgötum að það hefur eitthvað slæðst inn, þá tekur oft rosalega tíma að vinda ofan að því, bara finna upplýsingar vöruna, hvað hægt að gera til þess að, skiptin út eða, þannig að við viljum alltaf reyna að fyrirbyggja það að eyða greiðlegum tíma í að reyna að vinda ofan að einhverjum mistökum. Já, síðan eru svona annað í þessu það eru nokkur bara svona skjöl sem maður þarf að hafa til staðar, gæðaferlar og skjöl, og þetta eitthvað sem við vorum svo sem alveg með í gæðakerfinu okkar fyrir. Það þarf að vera með eitthvað utanumhald frávik, kvartanir, skjalastýringu, það þarf að útbúa einhver svona skjöl bara almennt verkefnið, hvaða stíg og ætlum að sækjast eftir, hver eru ábyrgðaraðilar og svoleiðis. Þannig að ekkert flókið en eitthvað sem þarf að gera. Síðan það bara framkvæmdin sjálf, og það sem hefur tekið mestan tíma í framkvæmdinni sjálfri, fyrir utan það að vera alltaf að samþykkja ný og ný efni sem að koma inn eftir því sem að verkinu vindur áfram, að það að fylgjast með efnisnotkuninni. Ég hef verið að fara á sirka 6 vikna fresti og labba svæðið og bara skoða allar dollur sem ég finn og athuga hvort að það sé ekki örugglega búið að samþykkja það. Og það svolítið svoleið sem að við höfum, sem að frávikin hafa uppgötast, að það á þessum eftirlitsrúndum, þannig að það greiðlega mikilvægt að gera það. Síðan erum við líka að fylgjast með, skrá allt efni sem kemur inn, og þá þarf að halda utan það hversu mikið efni notað og í hvað. Þannig að hvaða tegund af efni og hvar það notað. Og við erum að taka myndir af öllum efnum sem komin á svæðið og skrá í hvað það notað. Það sem við erum líka að gera að við erum með þjálfun náttúrulega, eins og ég myndist á í byrjun. Það allir þjálfaðir og síðan bara svona almenn eftirfylgni að fylgjast með þessu. Eftir að hafa unnið í þessu verkefni þá erum við bara mjög hrifin af þessari sjónsvottun og ég sé þetta alveg sem leiðina fyrir byggingariðnaðinn að fara í umhverfismálum, að það að fara inn í einhvern ramma sem búið að móta, og þetta lang skynsamlegasta leiðin til þess að fara. Við ætlum okkur að votta þau verkefni sem við erum að fara sjálf í á næstunni. Ég held að það sé alveg klárt mál, og síðan vona ég að Ísland fylgi þeirri þróun sem hefur verið í Norðurlöndunum, þar sem að hlutfall vottaðs íbúðarhúsnæðis og húsnæðis hefur aukist alveg gríðarlega, og ég vona náttúrulega að við Íslendingar förum bara sömu leið, því að við náttúrulega verðum að gera eitthvað í umhverfismálum, og svo þetta ekki síður gæðamál. Í ljósi umræðana sem hefur verið undanfarið gæði bygginga, rakaskemmdir og allt það, að þá þetta klárlega mjög góð leið til að fara, því að þetta ekki síður gæðamál en umhverfismál. Og lengra ætla ég nú ekki að hafa þetta í dag, þannig að ég bara þakka kærlega fyrir mig. Og ef það einhverja spurningar, þá með ég bara
endilega henda á mig ef það er eitthvað. Nei, þá bara takka ég kærlega fyrir.